Komið sæl. Í þessu myndskeiði ætlum við að búa til lyklakippu í Fusion 360 og ég byrja bara strax og fer í Create Sketch eða búa til skissu eins og ég kalla það. Hérna get ég valið 3 vinnusvæði og mér finnst yfirleitt þægilegast að byrja bara hérna að íta á topp þannig ég horfi ofan á hlutin sem ég er að gera. Ég smelli á svæðið, fer hérna upp og finn mér rétthyrning út frá 2 punktum og ég dreg hérna síðan bara út og þá sjáum við að ég fæ bæði lengd og breidd og ég ætla að hafa breiddina 30 og lengdina 60 og ég get flakkað á milli hérna með að íta á shift nú síðan fer ég hérna upp í fillet eða fillet og vel hornin ég ætla að taka aðeins af þeim og 5 mm radius og ég get smelt hérna bara allan hringinn og þegar ég er komin á 4 þá get ég ítt á enter þá er ég búinn að taka aðeins af þessum hornum og hún segir mér að ég hafi verið að taka af tekníkunum minni eitthvað svæði en þetta lítur voða vel út síðan get ég farið hérna í offset næst og valið útlínun á hlutnum ég ætla nefnilega að búa til brúnina snöggvast á lyklakippuna og þá vel ég að taka hérna inn 1,5 mm inn í hlutin sem sagt og ég fer í Finish Sketch og þá sé ég að ég er með ennþá tvívíðan hlut í höndunum en það verður ekki lengi því að ég ætla næst að fara hérna í Create og Extrude og ég get líka notað á lyklaborðinu til þess að virkja það og þá er ég að draga út form í þrívídd ég vel inn í lyklakippuna og ef ég íta á Ctrl þá get ég valið brúnina líka með að smetla hana og ég ætla að taka þennan hlut draga út niður þannig að ég gerir -2 mm ég verð einnig að passa mig á því að hafa new body og þá er ég kominn með hlut í þrívíðu formi nú eins og þið sjáið þá er útlínan okkar ekki sýnileg og heldur ekki brúnin þannig að ég ákveð að fara hérna inn í Sketch og kveikja þessu auga hérna og þá sjáum við aftur línunar okkar það kemur sér vel því að ég ætla að íta síðan á og velja brúnina því nú ætlum við að fá hana upp og við pössum okkur að það sé ekki new body heldur hluti af því sem við höfum nú þegar þannig að við veljum join og ég ætla að gera 1,5 mm og það sem ég talaði body það er hérna sem sagt hluturinn okkar heitir body 1 núna og ég get kveikt og slögt á honum eins og sketsinum hérna nú, ef ég kíkja hérna aðeins nær, þá sé ég að ég er með þessa fínu brún, þannig að það tókst allt saman. Næst ætla ég að tvísmetla hérna á sketsin og nú ætla ég að gera gatið og þá fer ég hérna og vel 2 point circle
og ég ætla að vera svona miðja vegu í hlutnum, passa með á því og láta hann koma hérna á milli punktana sem hérna fyrir ofan og neðan og vel 4 mm og ég bara nokkuð sáttur með þessa staðsetningu, þannig að ég fer í Finish Sketch og íti á eins og venjulega og nú vel ég hringinn og að þessu sinni þá ætla ég að velja cut. Ég ætla að taka þetta í burtu og þá get ég bara dregið svona niður og ítt á OK og þá komið þetta gat hérna sem við myndum þurfa að hafa fyrir lyklakeppnina og það vel heppnað, þannig að næst fer ég í Modify og Fillet og vel brúnina hérna uppi og ég ætla að hafa þetta bara 1 mm og við þurfum ekkert að pæla í öðrum stillingum hérna svo sem sjáum bara hvernig þetta kemur út og þá förum við hérna undir og ég íti bara F núna og þá fæ ég upp tólið góða og get bara valið einn þarna, smelti á Enter og þá erum við komið með þetta nokkuð tilbúið. Þá bara eitt eftir að gera og það að setja stafi á þetta og ég tvísmetla á Sketch, fer hérna upp og vel text, create text, vel mér eitthvað svæði hérna bara og get síðan skrifað hérna inn bara upp á staðina mína GÖM, Guðjón Örn Magnússon. Ég get svo sem eitthvað fiktað við þetta. Mér finnst nú svo sem skemmtilegra bara að draga hlutin aðeins til og svona ég rosa sáttur með þetta. Og þá voða lítið eftir að gera, bara Finish Sketch, velja hérna stafina og íta á og þá gerum við extrude eina ferðin enn. Pössum okkur að sé join, þannig að þetta verði til í sama hlutnum og færum þetta upp jafn mikið á brúnina á þann 1,5 mm og núna get ég meiri sér skoða hvort að það sé að gerast eða ekki, þannig að við sjáum að það er að gerast. Ég íti á OK, slekk bara á sketsinum og þá sjáum við það að þessi fína lyklakippa er bara tilbúin. Takk fyrir áheyrnina.